Komið þið sæl, við byrjum hér á að skoða stöðuna á Norður-Atlantshafi núna klukkan 6 í kvöld. Búið að vera suðlæg átt hjá okkur í dag og hitinn hefur náð sér að strika á nokkru stöðum, fór upp í 14 stig á Suðurnesvita og hélst það í hendur við það þegar sunnanátti náði sér að strika núna í nótt og hélst lengi vel framan af degi. En hér sjáum við skil í vestri sem að koma inn á landið, búin að vera rigning sunnan og vestanvert landið, en með þessum skilum þá að snúast yfir í suðvestlæga átt, það kólnar loftið og dregur úr úrkomunni eins og sjá má. Á þriðjudaginn þá kemur þetta lægðaskot hér úr suðvestri, kemur aðeins við sögu á suður- og austurlandi en fer síðan jafn harðan í burtu. Og á hitasviðinu þá þetta hlýja loft hér á bak og burt sem var hjá okkur helgina. Það örlítið hlýra loft sem fylgir með þessi skoti á þriðjudaginn þannig að það verði einhver rigning sem fellur sunnan og austanlands en að mestu leyti þá verður þetta nú snjókoma eða slydda næstu daga. En málmálana núna í kvöld að minnstakosti vindurinn og það einkum hér í kringum Tröllaskaga. Við sjáum hér vestur á landinu mjög skýr skilin, sunnanátt á undan þeim og suðvestanátt kemur á eftir og fjólubláa 16 metrar á sekúndu eða meira, bleika 23 metrar á sekúndu eða meira. Hér sjáum við hvernig vindurinn magnast upp. Það gul viðvörun í gildi, hún gildir frá klukkan 10 í kvöld í kringum Tröllaskagann. Við sjáum jafnvel að það gæti náð sér að strika inn Skagafjörðinn og að gera að festa lausamuni á þessu svæði. Góðu fréttirnar að þetta tekur mjög fljótt af. Þetta viðvörunin sjálf, hún gildir til klukkan 1 og svo upp úr því þá dregur mjög hratt úr vindunum. Með þessu þá að koma kaldara loft þegar snýst til suðvestlægrar áttar þannig að þessi rigning sem fylgir á undan skilnum að breytast yfir í slyddu og þegar við förum síðan inn í nóttina sjáum hér hvernig það dregur hratt úr vindunum á Tröllaskaga. Morgun þá þetta komið suðvestlæg átt 10 til 18 metrar á sekúndu, einna hvassast norðvestan til og lítil úrkoma, allavega minni úrkoma í þessu heldur en við sáum í dag. Og með þessu kólnandi veðri eða kalda loftmassa þá nú útlit fyrir að þetta verði él eða skúrir og fer það í rauninni bara eftir staðbundnum hita á hverjum stað. Þannig að það má nú búast við blöndu af hvoru tveggja. En ef við höldum áfram hér fram eftir degi á morgun, það hér áfram þurrt, jafnvel bjart norðaustan til. Á þriðjudaginn kemur þetta skot hér úr suðvestri og við sjáum hér að rigning með suður- og suðausturströndinni, jafnvel hér á Austfjörðum. En það fer frekar fljótt í burtu, það kólnandi veður í þessu og éljagangur hér vestan og norðanvert landið. Það svona helst hér allra yst norðaustast sem útlit fyrir að verði þurrt. Síðan fram á miðvikudaginn þá að draga úr vindinum. Það að snúast yfir í norðvestlæga eða vestlæga átt. Það úrkomu lítið, stöku él hér norðvestan til. Við sjáum hitatölur á niðurleið, víða búið að létta til og á fimmtudaginn þá ekki heldur mikið að vera, frekar hægur vindur, herðir á frosti og víða bjart veður. En í Skandinavíu þá hæð sem ræður ríkjum og frekar kalt allvíða og bjart. Það helst á einhver úrkoma sé að falla hér með austurströnd Svíþjóðar og allra syðst í Finnlandi. En síðan þegar sunnar dregur þá sjáum við frekar kaldar tölur og appelsínugula viðvaranir í Grikklandi vegna úrkomu og þrumuveðurs. Það þessi lægð hér sem fer síðan yfir til norðausturs, önnur lægð við Ítalíu og síðan rauð viðvörun vegna úrkomu hér á Madeira-eyjum sem hluti af Portúgal. En í vesturheimi þá þessi lægð hér sem hafði áhrif bæði New York, Boston á leiðinni til norðausturs, hafði áhrif í dag sem sagt. Þannig ekki mikið að vera á morgun við austurströndina, hins vegar við vesturströndina. Það mjög virkt kerfi með mikilli úrkomu, að mestu leyti rigning sem nær alveg frá Kanada og alveg niður að San Francisco. Þetta þó nokkur snjókoma í fjöllin þar sem mörgum þætti að list gleðiefni. En í kvöld hjá okkur það að ganga í sunnan storm á Norðurlandi, hviður jafnvel upp í 40 metrar á sekúndu, einkum í kringum Tröllaskaga, Eyjafjörðinn.
Þannig að að gera að tryggja lausaminn á því svæði. Þetta gengur fljótt yfir, viðvörun frá klukkan 10 kvöld til 1 í nótt. Annars staðar snúast til suðvestlægrar áttar og á morgun má búast við skúrum eða éljum á Vesturlandi. Þakka ykkur fyrir og verið sæl.